Það er ótt að segja að sé búin að vera margir boltar á flugi á gamla varnarsvæðinu, Keflavíkurflugvelli, sem nú heitir Ásbrú, undanfarin ár. Og hér erum við í gamla íþróttahúsi varnarliðsmanna og nú komin nýjasti fótboltavöllurinn á Suðurnesjum og það sem áður var sundlaug. Hvernig datt þetta í hug, Ari? Það voru svo sem ákveðnar ýmsar hugmyndir sem komu upp þegar við eignumst þetta húsnæði og svoleiðis og hlutið var að því að koma gömlu sundlauginni eða þessum húsakynni sem hýstu gömlu sundlaugina í starfsrækt ástand. Og svo sem aldrei til greina að við varum að fara í einhvern sundlaugarekstur og ekki heldur á hálfu sveitarfélagsins eða svoleiðis. Þannig að þetta var niðurstaðan. Við þekkjum þennan rekstur ágætlega. Við erum með kollega mínir í Kópavoginum, við erum með 2 svona velli þar og þannig að við þurfum ekki að fara langt til þess að sækja hugmyndafræðina bak við þetta. Hvað, er þetta voðalega fínt gras og allar pakkinn og við erum með náttúrulega í Reykjanesbæ elsta knattspyrnuhús landsins, Kristján? Já, þetta gras er það besta sem völ er á í dag og ég einmitt spilaði opnunarleikinn í Reykjaneshöllinni og mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan þá. Þannig að þessi aðstæða sem við bjóðum upp á hérna er, ég má eiginlega segja, það fyrsta sem gerist í knattspyrnumálum síðan þá. Og við lítum auðvitað á þetta sem bara byltingu og vonum svo sannarlega að ungir sem aldnir Suðurnesjamenn geti nýtt sér þetta hjá okkur. Eru það að stíla meira inn á svona meðaljónin eða eru þið kannski líka að stíla inn á knattspyrnufélögin? Það er eitthvað sem við verðum eiginlega bara átt okkur á seinna meir. Reynslan í Kópavogi er svo að meðaljónin, bumbuboltinn er vinsælli. En við erum alveg opnir fyrir því að hleypa inn íþróttafélögum og það er alveg inn í myndinni eins og staðan er núna þó sem við ekkert farin að auglýsa þetta viti. En við erum opnir fyrir báðum options, það er alveg klart mál. Ari, þú gerir nú gangskur fyrir 5 árum síðan þegar þú opnaðir í gamla stóra íþróttahúsinu á vellinum. Hvernig vildi það til? Það voru náttúrulega bara svona ákveðin tækifæri sem við sáum á markanum fyrir 5 árum síðan og ég og kona mín skoðum þetta svæði vel og allt svona hvað þetta og þetta húsnæði, hvað það hefði upp á að bjóða og ég held að það hefði bara sýnt sig að þetta hefði svo sem aldrei verið komið til þess að vera og ég meina við erum 5 ára núna eftir 2 vikur, 15. september. Við hófum einmitt á þjónustu Suðurnesjamenn, eða getum við sagt þegar við vorum staðsettir með bás niðri í bæ á Ljósanótt 2012 og þannig að það má ég segja að svona frá með 50 eða frá með 50 og Ljósanótt að þá séum við bara akkurat 5 ár síðan við byrjuðum á þessu batteríi. En voruð þið búin að gera einhverja markaðsrannsóknir á þessum tíma? Einhvern veginn í mínum huga þá voru kannski blendnar tilfinningar með það hversu mikil bjartsýni þetta væri hjá ykkur að opna líkamsræktarstöð upp á gamla velli og þið ætluðu að fá Suðurnesjamenn sem allir bjuggu niður frá og þetta er svona smá akstur upp í dyr og fjarlægð. En hvernig hefur það gengið? Gengið mjög vel. Við vissum það bara að við myndum opna þetta með þeim pomp og prakt sem við gerðum á þeim tíma. Þá myndi fólkið sækja í þá þjónustu. Ég segi það að fólkið sækir í góða og mikla þjónustu. Það er nummer 1, 2 og 3 hjá okkur er náttúrulega viðskiptavinurinn og allt sem að honum snýr. Og ég held að við höfum bara sýnt það að við höfum þjónustu hann gríðarlega vel. En það hefur verið svona fyrstu ári var náttúrulega stöðu aukning hjá okkur og þetta er svona aðeins var að sigla svona sem ligna sjó núna en ég meina með stækkandi samfélagi sem er Reykjanesbær og bara allir Suðurnesja skaginn Reykjanesskaginn orðin þá sjáum við alltaf viðbætur og meðal annars í þessum tækifærum sem við sjáum bak við okkur í þessum velli og það voru gríðarleg viðbót bara í iðkendum á knattspyrnu og kannski ekki síst að þakka þá bara svona landsliðunum okkar, bæði kvenna og karlalandsliðunum, árangri þeirra undanfarna ára. Kristján, þú hefur verið að hjálpa til í markaðsmálum. Hvað er heitast í líkamsræktarstöðinni í dag? Er eitthvað sérstakt sem er vinsælla en annað eða er þetta bland í póka? Hópaþjálfunin hefur svolítið svona stigið upp hjá okkur. Við berum okkur svolítið saman við kollega okkur í Kópavoginum. Þar er einkaþjálfun svolítið mikið inni en við höfum
fengið rosalega góða viðtökur á þitt form, superform, crossfitið alltaf á uppleið og svo erum við með flotta hóptímatöflu þar sem hægt að komast í allskyns hóptíma. Þeir eru alltaf mjög vinsælir, þannig að það svona það helsta sem við sjáum hjá okkur, þessi hópaþjálfun. Einkaþjálfunin er minna en enga síður, við erum með mjög flotta einkaþjálfara hjá okkur og það alltaf nóg að gera hjá þeim, en þeir eru ekkert rosalega margir, þeir mætti alveg vera fleiri og vonandi verða það. Þannig kannski verður svona meira takmarki okkur líka að fylla ekki húsið af einkaþjálfurum. Við setjum ákveðna lágmarkskröfur inn að fólk hafi ákveðna menntun hérna inn til þess að komast inn á gólf til okkar sem starfandi einkaþjálfari. Þannig að það hefur aldrei verið takmarkið okkur að fylla húsið af einkaþjálfurum, heldur að rauninni, ná í bara mjög góða og frambærilega þjálfara. Finnst þér hafa verið vakning og kannski meðal annars með þessu húsi frá því að þið opnuðu? Eru fleiri Suðurnesjamenn að stunda ræktina heldur en áður? Já, ég held að það sé nú bara alveg ekki spurning bara sko. Það við höfum séð náttúrulega bara þessum tölum sem við erum búin að vera hérna. Við fylgjumst vel bara frá mánuði, frá milli hverja mánaðamóta getum við sagt og þannig að við sjáum bara mikið, sko, þetta orðið bara svo, Ásbrúin svo allt öðruvísi heldur en þegar við komum inn fyrsta árið 2012. Þetta bara orðið svo miklu opnara, þetta orðið eins og þú talaðir áðan að það sé langt uppeftir árið 2012, en það árið 2017 og það sem framhættan á 2018, þá var ekkert orðið langt uppeftir. Þetta hverfi innan Reykjanesbæjar og þannig að eins og ég sagði áðan, ég held bara, ef þú býður upp á góða þjónustu, þá sækir kúnninn þangað, þótt hann þurfi annaðhvort að hjóla eða keyra eða ganga nokkra kílómetra lengra. Að hann sækir fyrst og fremst í þjónustuna. Það er líka gleðiefni að sjá það eftir við opnuðum. Vissulega varð vitundavakning á bara heilsurækt, en það sem ég finnst sérstaklega skemmtilegt að sjá Suðurnesjamenn. Við erum að fá fólk úr Grindavík, Garði, Sængiri, Vogum og þetta úr Reykjanesbæ, þannig að það finnst mér vera mikið gleðiefni og við erum að fá fullt af þessu fólki.